velkomin í Kastljós. Þeir Gunnar Smári Egilsson og Hannes Hólmsteinn Gissurarson ætla að ræða stefnuræðu forsætisráðherra sem olli mörgum vonbrigðum í gær. Yfirtöku ríkisins á Glitni og ætla líka að spá í hvað gerist á næstu dögum í fjármálalífi landsins. En áður en við ræðum við þá Hannes Hólmsteinn Gissurarson og Gunnar Smára sem eru sestir hjá Helga, skulum við rýna í þær myndlíkingar sem þingmenn og ráðherrar notuðu í gær til þess að berja kjark í þjóðina, en þeir töluðu flestir á sjómannamáli. Og þá var hann vanur að segja til svona, já sjómennska ekkert grín. Við Íslendingar gefumst ekki upp þótt að móti blási. Auðvitað munum við vinna okkur út úr þessu. Ekki gefast upp. Áhöfn á lekum bát. Hún sest ekki niður til þess að velta því fyrir sér af hverju fór að leka. Misti ég af einhverju? Ekki missa móðinn. Aflvélarnar þær ganga vel. Til þess að hér sigli ekki allt í strand. Á slíkum stundum þurfa allir að snúa bökum saman. Með svita og erfiði. Við siglum í mjög óvissa stefnu. Ég gat enga stefnu fundið. Þá nú stungin tólk. Það tekur tíma en það gerist. Vofa gengur nú ljósum logum. Sennilega hefur íslenska þjóðin ekki áður siglt á svona ólgusjó. Það hins vegar blindtríð og óða ísing á þjóðarskútunni. Ekki missa móðinn. Öll él styttir upp síður. Og við munum ekki örvænta eða leggja árar í bát. Þegar óða ísing hleðst á skip þarf alla áhöfn til verka. Við eigum ægifagurt land. Í þeim stórsjó sem þjóðarskútan siglir nú í gegnum. Aflvélarnar þær ganga vel. Þjóðin dugleg og vel menntuð. Skipstjórinn getur ekki bjargað því skipi. Það eru erfiðleikar. Ég held að maðurinn í múrbúðinni hafi orðað þetta þannig að það skildist. En það svo að hollur heimafengin baggi? Gert gert og liðið liðið. Við erum dugleg þjóð, harðdugleg þjóð og þann dugnað eigum við skuldlausar. Dugmikil þjóð vinnur sig út úr vandanum. Aflvélarnar þær ganga vel. Öll él birtir upp síðir. Það það sem þarf. Og vaki nú allar góðar vættir yfir Íslandi. Já, sípp og hói, velkonir báðu tveir. Við skulum bara aðeins byrja á þessari stefnuræðu forsætisráðherra og því sem á eftir kom þetta í gærkvöldi. Var raunhæft að ætlast til þess að það kæmi hugsanlega svona einhver vottur af lausn út úr þessum umræðum hann á Alþingi í gær? Við byrjum á þér, Gunnar Smári. Nei, allavega bjóst ég ekki við því. Ég fór á sinfóníutónleika og frábær hljómsveit, frábært prógram og ég satt hann og hugsaði að það var líklega 63 manns upp á sviðið eða svo. Ég hugsaði hvað við sem fáum þjóður heppin að eiga svona frábæra hljómsveit. En ég held að það sé ekki við Alþingi. Ég held að það sé ekki eins heppin með val á alþingismönnum eins og hljómsveitamönnum. Það liðónýtt áhöfn, svo við notum bara sjómannamál? Nei, eldurstafurinn svona eitthvað málfundarform sem hvað langt síðan að vera eitthvað fréttnæmt gerst á eldurstigi eða við stefnuræðu. Hannes, hefði ekki verið eðlilegt að forsætisráðherra notaði tækifærið og ræddi hugsanlega einhverjar lausnir á þessum atburðum síðustu daga og því sem framundan er? Ég vil segja það að mér finnst þetta nú dálítið ósanngjarn uppsetning hérna þegar þetta kynnt þannig að stefnuræða forsætisráðherra hafi valdið vonbrigðum og síðan upplýki ég á þér það að þar hefði átt að koma fram einhver ný tíðindi. Ég velti því bara upp hvort að það hefði verið eðlilegt. Ný tíðindi það hvað ætti að gera. Vegna þess að það ekki réttur vettvangur. Að það sem menn þurfa að gera þegar það eru svona erfiðleikar, það að þeir þurfa að leysa málin í kyrrþey og í viðkvæmum samningaviðræðum, þegar verið að reyna kannski að útvega erlend lán eða verið að reyna að útvega fjármagn, þá ekki hægt að hafa beinar útsendingar frá því. Mér finnst ekki að fjölmiðlar geti stilt málin upp þannig að það að gera. Og eitt af því sem þarf að gera í svona erfiðleikum eins og núna það að gæta tungu sinnar. Ég veit að segja það eins og að það komir stórkostlega óvart að prófessor við Háskóla Íslands skildi núna í morgun efna til hræðslu. Það eitt sem alveg ljóst í þessum erfiðleikum sem núna eru. Það að innstæður almennings í bönkunum, þær eru tryggðar. Íslenska ríkið hefur alveg bolmagn til þess að tryggja að spari fé almennings. En það sé algjörlega hreinu. Við erum ekki að fara að búa til hræðslu þar sem hræðslan ástæðulaus. En á ekki að tala hreinskilnislega? Það og á að vinna öll þessi mál í kyrrþey? Þetta eru kjörnir fulltrúar. Við skulum til þess taka eitt dæmi hvernig menn vinna. Og ég ætla ekki að taka dæmi núna kreppuna heldur allt annað. Við skulum segja það að ég þurfi lán.
þá kannski ekki besta leiðin að ég fara að segja þér það í beinni útsendingu hér að ég þurfi lán svo að lánveitandinn... Nei, það kemur mér það ekki við. Þú ert að spyrja mig, þannig að ég má nú kannski þá að svara. Þannig að lánveitandinn, hann hafi ekki kjörina því að veit að ég þarf lánið. Þú verður að vinna sum mál, fjarri glauminum, fjarri hljóðnumunum og gera það af ábyrgðarkennd og alvöru og gæta orðaðina. Við erum ekki alltaf í beinni útsendingu með alla hluti í lífinu. Ég held að Gylfi Magnússon er eini maður í Íslandi sem hefur sagt í dag. Ég var að horfa á fréttirnar. Mér finnst að það eru ráðamenn eru búin að mana hvern annan upp í það og forráðamenn í viðskiptalífinu að það sé svona í lagi að ljúga og menn bara ljúga ástandið. Eina sem að Gylfi gerði, hann benti á að það allir naktir. Það er nú litið líking úr þetta verið Buffett sem bjóna til að þeirra fjarar út þá sést hverjir á sundskilum. Hann benti bara á að allir íslensku bankarnir, allt íslenska viðskiptalífið er bara nakið. Þú fullyrðir það bara? Það er bara þannig. Hann var ekkert að hvetja til þess að menn rykki út og tæki út innistæður sínar. Ég held að þurfa að ganga mjög mikið á til þess að það gerist einhvers staðar í vestrænu ríki að sparifjáreigendur sem eiga inn á venjulegum bókum tapi peningum sínum. Ég held að það verður það mikill hagsmuni bara í Evrópu og Ameríku að menn kæmu hingað til þess að bjarga því að svo er það ekki. Ég sammála það, það er engin... En ég held hins vegar að það sé alveg ljóst að allir bankarnir ramba á barmi gjaldþrots. Þeir eru svona verksmiðjur sem eru búin að lána til lengri tíma hérna megin. Þeir þurfa fjármögnun til mjög skamms tíma hinum megin og það er bara búið að skrúa fyrir. Ég held, var ekki fréttunum núna að skuldatryggingarálagi verið komið upp í 5.000 punkta. Þetta er svo fáránlega tölur orðið. Þetta hefur jafn mikla merkingu að þessi 11 milljón% verðbólga í Zimbabwe. Þetta er komið út yfir allan þjóðarbólk. Ég get tekið undir það er eiginlega engin leið að bankar sem lendir þessari stöðu geti snúið við. Ég get tekið undir eitt með Gunnari Smára og það er það að við þurfum að gera okkur alveg grein fyrir því að ástandið er mjög alvarlegt. En það er ekki vonlaust og það er ýmsar ástæður til þess að það er ekki vonlaust og tvær eru alveg augljósar. Önnur er svo að það sem við erum að flytja út eins og ál og fiskur, það er í háu verði. Hitt er sem að við vitum að kreppur koma og kreppur fara. Við vitum ekki nákvæmlega hvenær þessu linnir og hvenær aftur fara að myndast lánalínur og annað þess aftar, en við vitum að það gerist einhvern tímann. Þannig að við megum ekki heldur vera með ómikið svartakalsraus, en ég tek undir það að við verðum að horfast í augu við þetta, það þýðir ekki fyrir okkur að vera í afneitun. Einlega til þess að horfast í augu við það er að vita það að íslenska ríkið getur ekki staðið, segjum að þessi lánsfjárþörf í heiminum í hálft ár, 9 mánuði eða 12 mánuði, sem er alls ekkert ólíklegt. Vegna þess að það er algjör þurrð alls staðar í heiminum. Það fer engin lán nokkur staðar í heiminum. Það er verið að vonast til þess að með afgreiðslu Bandaríkjaþings þá færi þetta svona hægt og bítandi í gang. En þá eru alls konar bankar, alls konar ríkisstjórnir, alls konar sveitarfélög, alls konar fyrirbrigði á undan okkur í röðinni fyrir að fá endurfjármögnun. Kaupþing banki eða Íslenska ríkið er mjög aftarlega, þannig að físískt að við náum því að endurfjármögnun á leiðinni er ekki miklar. Og Íslenska ríkið er ekki nógu stórt til að standa undir þessu, lífeyrissjóðnir er ekki nógu öflugir til þess að brúa þetta bil. Og það er það sem við ættum að fara að horfast í augu. Þess vegna ættum við að velta fyrir okkur. Ef undirstöðunar eru svona góðar, sem er ál, fiskur, kannski ferðamennska, ung þjóð og eitthvað fleira, þá hefur við að einblína það að bjarga íslenska hluta bankakerfisins. Og þá hefði Seðlabankinn og ríkisstjórnin átt að setja Glitni á hausinn og kaupa íslenska hlutan út úr þrotabúinu. Þú ert í bankaráði Seðlabankans. Ertu sammála þessu sem að Gunnar Smári er að segja? Ég held að við verðum að reyna eins og við getum að bjarga bara íslenska fjármálakerfinu og reyna að tryggja stöðuleika í fjármálakerfinu. Og ég myndi aldrei, ef ég væri nú sammálunum, þá myndi ég náttúrulega ekki segja það hér. Ég held að hann benda á ákveðna erfiðleika sem er skuldsetning bankanna erlendis. En mér langaði bara til þess að benda á hitt að það er engin áhætta fyrir menn að eiga sitt sparifé í íslenskum bönkum og það er fullkomlega ástæðulaust að fara að taka sparifé út úr bönkunum. Mér finnst að það þurfa að liggja dálítið fyrir. Það er mjög eðlilegt að þeir sem eiga hlutafé í þeim og þeir sem eiga inn í þessum sjóðum sem við höfum fengið svona nasasjón inn í síðustu viku. Það er mjög eðlilegt fyrir fólk að taka út úr þeim sjóðum og flytja það inn á bara venjulega sparisjóðsbækur. Því að sjóðum eru ekki tryggðir. Aðeins að þessari Glitnisyfirtöku og svona eftirleiknum. Hvernig horfði þetta við þér, Gunnar Smári, þessi atburðarás síðustu helgi og já, svona eftirleikurinn aðeins? Því það náttúrulega, það fjallu ansið þung orð og talaði um bankarán og menn lýstu bankan gjaldþrota og þetta svona gekk einhvern veginn á víxl og ég veit ekki hvernig þetta horfði við svona almenna launafólki að fylgjast með þessu. Þakka fyrir að kalla mig svona almennt launafólk. Já, Jú, ég er það, ég er heima þetta húsmóðir.
Mér fannst eins og alltaf vera, þá koma upplýsingarna svo hægt, sko. Af því að það allir að ljúga og það allar fréttatilkynningar, það alltaf svo takmarkar upplýsingar í þessu. Að maður þarf alltaf að bíða í svona 2-3 daga þá til að svona raunverulega staðan komi fram. Þannig að fyrstu 2 dagarnir voru svona bara venjulegur íslensku glundroði. Það stóð fullyrðingu og þú gast svo að vali hverjum þetta trúa, mjög ósamstæða sögur. Það sem ég held að sé síðan að koma í ljós að banki var einfaldlega komið inn í þrot. Það þurfti að bregðast mjög hratt við og ég held að það hafi verið rétt mat í ríkisstjórninni og Seðlabankanum að þeir höfðu bara þessi helgi. Það tekið þessi ákvörðun að henda þarna inn hlutafé sem að má deilum. Ég held að hinn ákvörðunin, þetta var mildari útgáfan, hinn ákvörðunin hefði verið að senda bara hausinn og kaupa íslenska hlutin. En það hefði þýtt það að það sama hefði gerst með hinna bankana líklega í þessari viku. Hannes, það er svona orðið svona gustað töluvert Seðlabankastjórann, Davíð Oddsson í vikunni. Má ekki alveg færa rök fyrir því að það sé óheppilegt að hafa svona pólitískan bankastjóra? Það er alveg að færa rauk fyrir því að maður ætti ekki að vera með pólitíska fréttamenn sem hafa kannski verið að starfa fyrir stjórnmálaflokka. Ég ekkert endilega að halda því fram. Auðvitað hefur Davíð sína fortíð. En hún ekki að flækjast fyrir, eins og þannig? En hann hins vegar mjög öflugur maður. Og ég held að það alveg rétt hjá Gunnari Smára að í þessari aðgerð sýndi hann það því að þetta var gert hratt og örugglega, það sem gert var. Það orkar auðvitað allt tvímælist þá gert og það auðvitað rök fyrir ákvörðunum, en ég verð nú að segja það að mín skoðun svo að það átti náttúrulega að fara eins mildilega í sakirnar og hægt var og það var það sem gert var á þessu. En ég held að þorri þjóðarinnar treysti Davíð mjög vel. Þannig að þó að þetta orki tvímælis að þá skipti það í raun og veru engu máli? Ég að segja það, ef við vissum alla hluti, ég veit ekki, það getur alveg að þú vitir alla hluti. Ég ekkert að segja ég veit neitt, ég bara að spyrja það. Þetta snýst þetta kannski ekki þína persóna, heldur það að ég verð að segja eins og að ég stundum í allum vafa þessa hluti, ég ekki alltaf viss hvað rétt að gera og hvað rétt að gera ekki. Varst í vafa þetta? Ég held að það veri fær mjög sterk rök fyrir því að gera þetta. Og ég held að við verðum að reyna að gera þess við getum til að bjarga því sem bjargað verður hér á Íslandi. Og þarna komu mennirnir í sínum vandræðum til Seðlabankans og Seðlabankinn hann ákvað að fara þessa leið. Ég held að hefði verið óðsmanns æði að veita lán. Ég held að það hefði bara framlengt vandan í staðan fyrir að verið tekið á honum og hitt hefði verið of harkalegt að fara í gjaldþrot. Aðeins varandi Davíð, það er nú líka óvanalegt að einhver komi fram og tala smjörklípu og það sé varaformaður Sjálfstæðisflokksins eins og var í gær sem að var að veita Davíð einhverjar ákúrur fyrir einhver ummæli þjóðstjórn. Hvað fannst þér, bendir það ekki til þess að þetta sé nú eitthvað svolítið trist þetta andrúmsloft þarna á milli? Ég veit það nú ekki, ég held eins og að það sé rétt við það hef ekki gerst bara síðan einhvern tímann á 8. áratugnum að Davíð það mátt þola gagnrýni frá innan úr Sjálfstæðisflokknum. Já, ég vissum að það hafi verið heitt undir honum kannski í gær og Þorgerður hafi verið að kannski að henda ykkur í samfylkinguna svona til þess að friðana með þessum ummælum eða ekki. Ég engin sérstaklega aðdáandi Davíðs Oddsson og hef ekki verið það. Hann hins vegar svona maður sem að, þú veist, hann hefur kosti og hann hefur galla og það eru mjög stórkallalegi gallar og mjög stórkallalegi kostir. Ég held að sömuleyti við getum þakkað fyrir að hafa hann í Seðlabankanum núna því að með þess að það hefur sýnt sig svona síðustu helgi og það sem líða vikuna að hann einn fárra manna sem í þessu sviði sem hefur svona karakteri til að taka erfiðar ákvörðanir. Og það því miður þá hefur ákvörðunir einhvern veginn, meðal annars fyrir fyrirferð Davíðs, þurrkað út slíka menn úr Sjálfstæðisflokknum og víða úr íslensku stjórnmálum. Hann langaðist til sem þetta að segja það að ég tel að það sé ekki á verksviði ráðherra að greina frá trúnaðarsamtölum á ríkisstjórnarfundum. Þú hlýtur að vera sammála mér það. Það er ekki á verksviði þeirra. Enga skoðun á því. Og það er annað sem að mér finnst, ef að það er mjög alvarlegt ástand, ef að þess væri rétt sem Gunnar Smári er að segja hér. Já, ef það er einhvern tími fyrir þjóðstjórn, þá verður það undir slíkum kringumstæðum. Þannig að þú heldur að það væri hugsandi að... Já, mér finnst bara ekki viðeigandi að ráðherrar séu að greina frá því sem sagt í trúnaði. En finnst þér viðeigandi að Seðlabankastjóri Mér finnst bara ekki viðeigandi að ráðherrar séu að greina frá því hvað fer fram í trúnaðarsamtölum inn á ríkisstjórnarfundi. Það er ekki á verksviði þeirra. En það sem er á verksviði Seðlabankastjórans, það er að reyna að vinna að hag og heill þjóðarinnar og taka þátt í því að bjarga því sem bjargað verður. Hvað er á verksviði pólitíkina? Finnst þér hann ekki að blanda sér of mikið inn í pólitíkina þannig? Já, sko, ef þú ert þeirra skoðunar að þurfi víðtæka samstöðu, þá getur þú kannski reynt að láta hann í ljós í trúnaði við ráðherra í ríkisstjórninni án þess að þeir fari síðan að hlaupa með það í fjölmiðla. En
bara svona fyrir utan þessa kreppu sem má rekja til þessara undirmálslána í Bandaríkjunum og við þekkjum alveg þá umræðu, hvers vegna erum við komin í þessa stöðu hérna á Íslandi? Bara byrja á þér, Hannes. Ég held við sem komin í hérna vegna þess að bankarnir, þeir fóru, sko það er alltaf auðvitað að vera vitur eftir á. Bankarnir voru djarfir, þeir lánuðu mjög mikið út, síðan kemur í ljós að sumta þessum útlánum þeirra, það er ekki nægilega miklar eignir á bakvið það, sérstaklega þegar á móti blæs eins og nú gerir og þess vegna eru þeir í þessum vandræðum. Og það sem við þurfum að gera er að firra síðan íslenska skattgreiðendur og íslenskan almenning þessum vandræðum því að það er ekki það fólk, það er ekki fólki sem er að hlusta á okkur sem bjó til þessi vandamál. Það eru miklu frekar ævintýramenn og glannar. Og ég var að segja, já, má ég aðeins einmitt taka eitt dæmi um það hvernig þessi hlutir eru. Að hér á sínum tíma þá átti að afhenda ævintýramönnum Orkuveitu Reykjavíkur. Og það voru 6 borgarfulltrúar sem sögðu nei. Þá var allt vitlaust. En var ekki þá uppafið að þeim var afhendi bankann? Allir fréttamenn eins og þú, þeir bara tóku þá ykkur þriðjunga yfirheyrslu eins og þú ert að reyna að taka mig núna. Hérna þegar þeir voru rauninni að koma í veg fyrir þetta og þetta eigum við ekki að gera. En var þá ekki alveg eins vitlaust að afhenda þessum mönnum bankann? Annað dæmi það að Davíð Oddsson, hann varaði við bæði ofurlaununum og hann varaði mjög við gengislánunum sem að heimilum voru að taka. En var þá ekki rangt að afhenda þessum mönnum bankann? En þú hefði engan tíma til þess að hlusta á slíkar viðvaranir. Það er bara haldið áfram. Hratt. Nú, þá spyrðu já, góðra spurningar. Og við þurfum auðvitað alltaf að velta fyrir okkur hvað er rétt og satt í því. Var rétt að selja bankana? Já, menn mega náttúrulega ekki gleyma ástandinu sem var áður. Þegar það voru þar dremnir skömmtunarstjórar stjórnmálaflokkana. Þegar menn þurftu að annarkvort að veifa fæðingarvottorði eða flokkskírteini til þess að fá lán. Þannig að tvennu illu var betra að gera. Já, viljum við þá tíma? Ég held ekki. Ég held að segja betra fyrir okkur að reyna að komast út úr þessum vandræðum og snúa bökum saman öll þjóðin. Við skulum láta þessu lokið hérna. Ég þakka báðum kærlega fyrir komuna. Við sjáum hvernig þetta fer í næstu viku.